velkomin. Takk. Og mér langar að þú segir mér aðeins, hver ertu? Og það vita það nú örugglega flestir, en svona bara já, hvaðan kemurðu, hvar byrjaði þitt líf og svona, byrjum þar. Já, ég heiti Veiga Grétarsdóttir Súlubust. Já. Fædd og uppalinn í Ísafirði 1976 og bjó á Ísafirði þangað til ég var 21 árs og flutti í Norður Akureyri og byrjaði að læra rennismíði þar, var þar í 2 ár. Já. Og svo fór ég suður. Já, var í Reykjavík alveg þangað til 2012 og flutti til Noregs. Bjó þar í 4 ár og kom svo heim aftur og flutt heim aftur á æskuslóðnar. Já. Og vann í rennismíði 20 ár en síðustu 3-4 árin hef ég bara verið í kenna kajak, fara með ferðamenn, verið að vinna í heimildamyndum. Já. Búin að vera ansi mörgum heimildamyndum på síkastið. Og hef verið að filma sjálf líka og Kakarina Sjókvi held ég, gera smá svona heimildavídeó sjálf líka. Bara eftir í náttúrinni. Já. Hvað segirðu varstu gömul þegar þú fórst frá Ísafirði? 21. Já. Og þú veist, hvað varstu gömul þegar þú áttaðir á því að þú værir trans? Á hvað tímabili var það? Var það ekki... Sko, ég byrjaði að uppgöta eitthvað þegar ég var bara 12-13 ára. Að þá hafði ég eitthvað svona löngun þörf fyrir að klæða mig hvernig maður söt. En vissi aldrei hvað það var. Og hafði aldrei heyrt fólk eins og mig. Og hélt að tímabili var í hommi. Af því mín litla þekking á þeim tíma var að hommar voru að fara í drag. Þannig að ég fór að hugsa, ok, ætli ég sé svoleiðis líka, af því að þeir eru að klæða sig hvernig maður söt. En samt hafði ég engan áhuga á karlmönnum. Nei. En þetta bara segir mann það, þú veist, hversu mikilvæg þessi fræðsla er sem við verið að gagnrýna í dag. Já, þetta náttúrulega bara ábara og við erum að reyna að gera það með okkar þáttum líka, að reyna að fræða og einmitt fræðast sjálfa, eins og ég var að segja við þig áðan að ég þekki ekki allt og öll orðin. Ekki ég heldur. Nei, þetta svolítið frumskógur. Já, það er það. Þannig að það þannig ef að þú ert, sko, að því að ég hélt eins og að trans væri þegar þú ert búinn að láta skipta eða breyta leiðrétta kyni. Leiðrétta, já. En það er ekki þannig, er það? Nei, þetta er, sko, ég reynda að þóla ekki þess að skilgreinir transgender, cisgender og allt þetta. Nei. Ég er bara kona. Já. Ég segi sér kona. Já. Það hafa verið gerðir rannsóknir á fólki og transfólki líka með þar að meðla og það var gerðir rannsóknir í Hollandi þess að það fengu konur og menn fætti bara í réttu kyni til þess að leysa ákveðna þraut í heilaskanna. Þau komust að því að kyni notuðu ólíkar heilastöðar til þess að leysa þessa tilteknu þraut. Svo fenguðu transkonur og transmenn til þess að leysa sömu þraut. Þá komu ljós að transkonur sem ég, fætt sem kallmaður, var náttúrulega sömu heilastöðar að þú. En svo venjuleg kona. Já. Og það hafa komið líka fram á sjónarsviði aðra rannsóknir sem segja það að það er ákveðna heilastöðar sem eru stærri í konunni, kallinni, mann ekki alveg hvernig það var. Örgulega konunni. Sem að bregðast til kynhormónum. Kynhormón, já. Já, það eru líkari hjá mér eins og í venjulegum konum heldur karlmanni. Þannig að þetta þeir eru búin að finna eitthvað þarna líffræðilegan breytileika. Já, sem er magnað og bara æði. Það meika bara svo mikið séns fyrir mér, þú veist, alla mína upplifun, alla mína ævi, að hafa eitt ævinni að vera afbrýðsumandi konur af því þær máttu gera þetta, klæða sig svona föt, ganga með börn, vera með börnabrjósti og þegar maður svona hugsa tilbaka þegar ég bjó í Noregi að þá var konan í sveimaklúbb og þau heldur svona jólahlað bara allt einu sinni ári og þetta voru 4-5 pör. Það var náttúrulega að þessi hópur hittist, þá sáttu kallarnir inn í stofu að drekka bjóra og horfa á fótbolta. En eitthvað þetta vegna enda ég alltaf elda sem er konum. Já. Það er engan að hafa verið með kallanum. Nei. Ég passa ekki þar inn í. Nei. Þannig að þú veist. Þetta er nefnilega svo ótrúlega fjölbreytt og margslungið. Þú veist, ég er yngst af mínum systkinum og ég er eina stelpan. Já. Og ég hef alltaf verið bara, mér finnst ég hafa fengið, þú veist, styrsta stráið, sko, af því að ég bara er alltaf í vesen, þú veist, og byrja túr og
þú veist, dramatíski hugsun og þeir eru bara einhvern veginn vöðlast áfram í gegnum lífið og velta hlutunum ekkert og mikið fyrir sér. Þannig að ég hef ofta verið bara eitthvað, ég vildi ég hefði bara fæðst sem strákur. En þú veist, það er ekki það að ég sé, þú veist, það var dásanlegt að ganga með barn og allt það. En það þurfa að vera á blæðingum í hverju mánuði frá maður er 14 þangað til maður er 60. Þú veist, þetta finnst mér ósanngjarnt. En ég var alveg til að skipta þig. Já. En þú veist, maður er bara, en maður er ekki alltaf eitthvað vanþakklátur með það sem maður hefur. En þú veist, ég er ekki þannig að mér langi að verða kall í dag. Ég er mjög skrítinn og lítill maður, held ég. En mér finnst gaman að vera kona og mér finnst gaman að vera, þú veist, fín og allt þetta. En ég er rosa lítið í kjólum, þú veist, ég er alls ekki þessi típiska kona, skilur. Nei. En það þýðir ekki, þú veist, að ég sé eitthvað, það er ekkert að það þú veist, bögga mig, ég er bara einhvern veginn vönusu, ég hef alltaf verið svona. Já, ég meina þegar ég kom út, sko, þá var ég rosa upptekinn, ég sé alltaf að ég hef farið að gelgjuna þú veist, þá var þetta eitthvað sem að ég hafði þurft að neita mér þetta mörg ár þannig ég rasaði svolítið út og ég gæti ekki fórt úr húsi á þess að mála mig. Nei. Og þarna var alltaf í háum hælum, sokkabuxum og kjólum og pilsum og öllu þessu. Já. En mér finnst mjög gaman að dressa mig upp á og til en svona dagstælega því ég er bara mikið úti fyrst og út í náttúrinni og þá liði mér bara best í útistagalunum. Já. Og þarna, bara klæði mig þægilega. Já, þú áttir eiginkonu, ekki? Já. Og hvernig svona þegar þetta fyrir að renna upp fyrir þér, var þetta langur tími, þið voruð saman þegar þú fattaðir bara alveg hvað þú þyrftir að gera. Var það langur tími þar sem þú vissir þetta og gast ekki tala það og þú veist, hvernig leiðir þá? Sko, ég sagði henni þegar við kynnumst að ég hefði 8 tímabil sem klæðskipningur. Já. Og þarna við kynnumst 2009. En svo það 2013 sem þetta byrja svona að plaga með einhverju ráði. Og ég segi henni bara mjög fljótlega frá því. Og þarna þannig að hún fylgdist alveg með þessu, þannig að ég var ekkert að fela þannig að lesa fyrir henni. En þó ég kannski ekki verið alveg hreinskilinn og sagt, þú veist, ok, mér langar að fara í gegnum leiðréttingu að því ég var bara ekki búin að viðurkenna fyrir sjálfum mér, þú veist, ég var ennþá í ánötun. Og það var ekki fyrir sko 2014 sem hún segi við mig bara að ég þarf að hætta að berja haustum í steinum, þetta er bara eitthvað sem ég þurfa að gera og við þurfum að skilja. Svo ég geti gert þetta og verið hamingjusöm. Ég var rosa ósátt við það, sko. Ég vildi það ekki. Þú vildi bara vera áfram með henni? Já. Og þannig að já, eins og segi, hún sparkaði mér út í þetta, kom mér á stað. Já. Og bara á kærleiksríkan hátt eða bara var þetta... Já, hún sagði bara, eins og hún sagði, þú veist, þú verður aldrei hamingjusöm ef þú gerir þetta ekki. Hún var bara búin að sjá það að ég var búin að reyna að berja haustum í steini það lengi og upplifa alla mína vanlíðan og sjálfsvíks tilraunir og tal og allt þetta. Og eins og hún segði, sko, hún vildi ekki eiga á hamingjusama mann. Nei. Og það tók mér bara tíma að fatta það. Og þetta var gríðarlega erfitt fyrir hana að horfa upp á þetta. Þetta hlýtur að vera náttúrulega bara mjög stór ákvörðun. Þetta er rosalega stór ákvörðun. Já. Og bara, einmitt, og þú veist, ofan á það að taka þessu ákvörðun að þurfa að segja öllum frá þessu, þú veist, hvernig tóku foreldrar þínir á þessu svona, þegar þú sagðir þetta fyrst? Þetta var alltaf sjokk fyrir þau. Já. Já. En þau tóku þessu bara þokkalega vel, myndi ég segja. Og þau eru mjög sátt í dag, þau eru miklu hamingjusamara barn. Að systkini mín eiga hamingjusamari systir heldur en bróðir að var en þú veist að tala þú veist þessi ákvörðun að taka þetta og þú veist þessi stóra ákvörðun en þú veist að taka þessi ákvörðun eitt svo þarf þetta að díla við samfélagið koma út þú ert að díla við breytingur á hormónakerfinu líka þú ert að kýla niður testosterónið og upp með estrógenið gangi ekki skilna á sama tíma þannig að þetta er stór pakki. Þetta er mjög stórt, sko. Já. Þannig að bara við það að taka niður testosterónu upp með estrógenið, það gerir þig rosalega viðkvæma og auðveldar að maður gráta á
Já. Og svo ætti hann þá að díla við allt hitt í leiðinni. Já, vá, ég get ekki ímynda mér, mér finnst það hljóta að vera að fólk sem að fer í gegnum þetta og við erum bara heilt á eftir, þið hljóta að vera mjög sterkar manneskjur, því ég bara, ég get ekki ímynda mér þetta, ég myndi að vera bara, setja í mig ég get ekki vera á pillunni, þá er ég bara þunglind, sko. Þannig að estrógen einhvað, að þurfa að dæla því í ykkur á sama tíma, ég myndi að vera að díla við allt hitt, ég tek hatt minn ofan fyrir ykkur. En ég er alveg, þetta er eitthvað ferli, eða ekki? Þegar þú ákveður, þá þarfst að fara í einhverja, að því ég veit eins og með svona kynslóðina sem er svona fætt 40-50, það er alveg með, þetta er bara geðsjúkdómur. Þetta er bara eitthvað svona, það er eitthvað annað að. Og maður er alveg, hvað ætti það að vera? En það er einhver svona, er ekki eitthvað farið, þarf maður ekki að fara í einhver svona mat og eitthvað vesen? Jú, þú þarft alltaf að fara í ákveði ferli, sko, að það er alltaf að breyst síðustu árin. Og þú veist, ef við bara fyrir 10 ár fyrir tíman, þá þurftum við að leika ákveði hlutverk, ákveðna stereotypur í heilt ár, bara þess að fá samþykki til þess að komast í gegn. Það hefði ekki þýtt fyrir mig að mæta svona klætt með derhú og í útastöðfötum í tíma hjá læknum og segja, ég transkona? Nei. Ég þetta mála mig og fara í pils og sokkabuxur allan pakkan. Í alvörunni? Já. Og þannig að við þurftum að leika stereotypurnar en þú veist, sem betur fyrir það bara liðið. En þú þarft að fara í gegnum ákveðin ferli og sálfræðitíma og sálfræðingum og geðlæknum og áður að fara að byrja á hormónum og allt þetta. Þú fæði ekki bara hormónum fyrsta tíma. Nei. Og ekki einsinni þó sért, þú veist, fullorðin manneskja. Nei, þú þarft að mæti ákveðin ferli, ákveðin greiningu. Já. Og það er bara þess að, bara gett þess að vera vissum að það sé ekki eitthvað annað undirliggjandi líka. Já. Sem getur verið. Já, það getur alveg verið líka. En, veist, gott og vel, það er bara, og hvað segir, 2015? Já, 2014-15 áramótin sem ég tók þessi ákvörðun og kom út. Þá byrjaði ferlið í rauninni? Já, byrjaði ég hormónum í janúar 2015 og komum svo út svona opinberlega á Facebook eftir páska. Já. En svona stórfjölskyldan, jólabóð og svona, hvernig, var fyrsta bóðið þegar þú varst að koma og mæta sem kona? Ég er bara, ömmur, afar, eldri borgararnir sem eru í veislunum, ég bara svona... Já, ég man ekki, þetta gerði svo hægt og rólega, það var alltaf bara jólabóð heima með pappa fyrst, systkini mín, þau var alltaf öll búin að sjá mig áður. Þannig að þetta svona gerðist hægt og rólega, en það var svo að minnast á svona eldra fólk og svoleiðis, allar mínur ömmur og afar voru farin þegar ég kem út. Ég hitti systirinn ömmu sem er ættu frá Ströndum. Dranga frá Seljanessi. Já. Hún var að verða 100 ára þegar ég hitt henni fyrst getið og ég var svolítið smeyk hvað ég hitta svona fullorðna konu. Já. En hún bræddi mig þegar hún strauk mér um kinninu og segði að þú ert bara miklu fallegri konu heldur en áskall. Þannig að ég þú veist að það tala alltaf fordóma í fullorðna gamla fólkinu, það er bara ekki rétt. Nei, ég fer í grafáslögin nokkur sem í viku núna. Já. Það er fólk á öllum aldri og það skiptir bara engu máli í sér trans. Nei. Eftir þetta sundlega dæmi daginn. Já. Þá eru konar yfir 70 sem eru konar til mínum og segja mest að Veiga, þú ert alltaf velkomin sund með okkur. Já. Hvað það er ræðslegt. Já. En þetta sundlegar dæmi, það voru einhverja litla stelpur sem að voru að horfa á þig. Já, horfa á flissa. Já. Og komu þrisar röð inn í klefan þess að bættist alltaf í hópinn, fyrst var bara ein og svo kom hún aftur með aðra vinkonu sína og hennar vinkona var svona leitandi og átti greinlega að sjá eitthvað sem átti að hlæja að. Já. Sér það ekki og það er fara bakvið og þess að það þurrkar þig, koma sér tilbaka, flissa og fara svo út og svo koma 4 reyn og standa fyrir frá mig. Og ég ákvað að segja ekkert við þar, sagði bara kennara frá þessu, þá hélt ég að máli væri dautt. Já. En svo bara sé ég þetta komið í fréttirnar. Já. Og þá var það
ein mamman hafði samband við mig. Já. Og ég er búin að tala við hann og hitta hann og ég er búin að hitta stelpun og allt það og bara mjög góð spjallið þar. Já. Og hún sagði mér að það var ekkert af foreldrunum sem voru ósáttu að vita að ég hefði talað við kennarann og sagt frá þessu. Heldur var það kona út í bæ sem að á systir í sama skóla og henni vist eitthvað voðalega illa við fólkum sem mig. Sett inn einhverja færslu á Facebook-síðu sem heitir Stoppum klámvæðingu barna. Já. Klámvæðingu. Já, klámvæðingu barna. Og segir að þar hafi verið nakinn kallmaður inn í kvennaklefanum fyrir fram að 9 ára stelpur. Og svo kemur fréttumyndan hjá fréttin.is og þá eru fréttin orðin þannig að það hafi verið nakinn kallmaður með á titlingum inn í kvennaklefanum. Það er náttúrulega þarf að stoppa þetta, þessa síðu. Og þarna og hún linkar inn í fréttina líka fréttum aðra mannesku sem að skilgreina sem trans og til rannsóknar hjá rannsóknarlögreglu ríkisins fyrir meint kynferðisbrot gagnvart stúlkum og þroskaskiptum konum. Og það er verið að bendla okkur allar sem kynferðisbrota menn, barnanýðinga, perverta og svo var Eva Hauks búin að tala um þetta líka, skrifa þarna skoðunin og vísir. Já. Og ég sá bara að þetta saga var að fara á flegi ferð og það hefði verið nakinn kallmaður inn í kvennaklefanum og ég hugsaði mér bara ok, ef ég ger ekkert þá nær þetta grassera og fleiri munu fara að tala um þetta sé bara raunveruleikin hjá 9 ára stelpum að þessi bara nakinn kallmaður inn í kvennaklefanum þannig ég svona hálfbært ég neyddist þess að koma fram. Já. Og einhvern veginn held ég að þessi hefði náðu bara að kæfa þessa sögu. Já, algjörlega sko. Já. En þú veist það sem að mér finnst svo sko, transkonur eru ýmist með kynfærin áfram eða þau eru tekin. Það eru flestar transkonur sem ég þekki, alla sem ég þekki á mínum aldri á þessum eru konar löngu konur út það eru alla búin fyrir aðgerð. Já. Já. Og ég held að flesta transkonur ætli sér aðgerð en núna er bara eftir COVID þá er biðlistin orðinn svo langur að það eru að gefast upp á að bíða, sko, við erum að tala um 6, 7, upp á 8, 9 ára jafnvel bíð og ég er búin að heyra stelpur sem eru sko ennþá að biðlista og það voru konur að biðlista 2019. Já. Og í hvað klefa eiga þær að fara? Það er góð spurning. Nei, mitt. Og þú veist, ég skal alveg viðkynna það, ég fór aðgerðan 2016. Já. Haustið, ég flytt til Íslands í janúar 2016, sama ár. Ég byrjaði að færa í sundin í Íslandi áður en ég fór í aðgerð. Já. Í kvennaklefann. Já. Og ég heyrði að það voru konur sem voru ekkert sátta við það en málið er að sem fólk þarf átt að sjá allans bara mínu tilfelli að þá eru þessi kynfæri sem ég var með eitthvað sem ég fyrirlíti. Já. Ég vildi ekki horfa á þetta, ég vildi ekki sjá þetta og var hvarlega ekki að mér að sína nokkrum mann þetta. Nei. Og þannig að þegar ég fór í sund þá fór ég bara inn á klósett. Já. Skiptum föt það neðanverðu þar og fór í sundbólinn. Yfirleitt var maður oft búin að teipa þetta slátrið upp áður maður fór inn í... Já. Ekki niður? Já, þú veist, teipa þetta milli lappana með gaffateipi. Í alvöru? Já. Vá. Og allt getið svo losnaði að búið. Þá sést ekki neitt? Nei. Ok. Þú veist, þú myndir sjá það og fara að rýna og skoða sko, það er kannski aðeins sem er í bunga. Já. En ekkert svona óbyrjandi. En ekki þægilegt að taka þetta af við það? Nei. Það er ekki þægilegt sko. Nei. En þetta er, já. Mér finnst þessi umræða sem hefur verið síðustu mánuði á svo lágu plani. Já. Óbáslega og fólk er bara að tala að setja, það er einhver ein manneskja sem er undir einhver rannsókn út af einhverju. Já. Og þá er þetta bara allir. Ég veit það, þetta er bara eins og allir kallmenn eru því stemplaður sem kynferðisbrotamenn eða barnanýðingar út af Steingrími Njálssyni. Þetta er bara, við erum rosa gjörn á að gera þetta líka með kaþólsku kirkjuna, þú veist, það eru nokkrir pervertar þar, það þýðir ekki allir kaþólski prestar séu ógeðslegir. Nei. Þú veist, og það er bara, þú veist, og það er ógeð út allt, hvort sem það eru Íslendingar, útlendingar, eða trans, eða þú veist, hvað sem er. Já, þeir eru náttúrulega, þú veist, farri eftir þessum hópurinn minni, að ákveð hlutfall, kannski mishátt, en
En svo finnst mér líka svo leiðilt í þessari umræði að núna þessi sem er lög kynrænt sjálfræði sem segja það að nú getur þú bara farið inn á þjóðskrá eftir og skráðið sem karlmaður ef þú upplifir þess slíkan og breytur nafn að þá hefur þú rétt á að fara inn í karlaklefan og í þessari umræðu er alltaf að tala að herri, nú getur bara allir karlmenn skráð sem konur og farið inn í kvennaklefan en það er aldrei talað að konur geta skráð sem karlmenn og farið inn í karlaklefan þú veist, það er getað alveg eins og kallarnir og myndi einhver heilbrigð manneskja að gera það? Nei. Ef einhver myndi gera það, þá er manneskjan veik á geði og að mínum mati og ef manneskjan er á þeim stað, þá myndum hvort þið fara að neina, hvort sem hún geti skráð sem karlmaður eða ekki. Það er bara, og þetta er alveg, þú veist mér finnst bara svo skrítið, sko, þú veist að það er alltaf verið að pæli hvað er í buxunum okkar. Hvað máli skiptir það? Þú veist. Og ég er alveg sko mikil baráttu kona fyrir bara réttindum kvenna og sérstaklega hef ég bara verið sjálfa alltaf að berjast fyrir mínum tilveru rétti í sveitinni, skilur þú veist, það er oft bara nei, þú mátt ekki gera þetta, þú mátt bara sópa, þú veist. Og svo þegar ég flutta heiman þá fór ég bara að bora í veggi og gera alls konar, þú veist, ég ger bara allt sjálf ef ég geta og ég þoli ekki svona, þú veist, að vera að vanmeta fólk út frá því hvað er milli lappana þeim og einmitt, þú veist, að því, mér veist, við erum svo mikið að pæla í þessu. Já, veist það hefur alltaf verið kona eða eitthvað svona, eða hefur aldrei drukkið áfengi, þú veist, það er alltaf verið að reyna einhvern veginn, ég veit ekki, þú veist, ég drekk ekki það er alltaf næsta spurning, þá segir fólk hefur aldrei drukkið þú veist, það þarf alltaf að fá einhverja svona ástæður, ég fattar þú Já, en talandi þú veist, eins og með kynin nú, eins og ég sagði, þá er ég fædd 76 og ég elst upp á Ísafirði ég var alltaf til skúr með pappa að gera eitthvað á brasa og þú veist, ég var bara 15-16 ára, þá var ég komin í smiðjur vinna þar á svona kalla vinnustöðum ég fór sem vélstur í sjó svo var ég 20 ári rennismiði og hann 2007-08 þá var ég svona eitthvað veltaði fyrir mig hvort ég væri trans en ég náði að samfara sjálf með að ég væri ekki trans vegna þess að mér fannst svo gaman að veiða og keyra jeppum og gera bíla og konur ger ekki svoleiðis og þess að því ég var bara alin upp þessum pakka að já, konur ger ekki svona en svo náttúrulega kom að ég bara hei, vega, hætti þessari vitleysu konur geta gert hvað sem er en svo þegar maður komin út og byrjar að lifa sem vega að þá finnst mér svolítið áhugavert að upplifa samfélagið að núna þú veist eins og vann í þessari kallavildu 20 ár ég kann að gera það á bílinn minn þannig að ef ég þarf að ringja á panta varaliti þá fer ég í gömlu röddina ef ég myndi fara þú veist bara dressa mig upp og fara á bílaverkstæði og þá fengi ég ekki þjónustu að því nú eru vitlaus kona sem kann ekki gera bílinn minn og þeir vinir minni sem að transstrákarnir sem að fara í öfuðaleið að þeir tala það að þegar þeir eru konur með skegg og bara þarna líta út þessu kallmenn að þeir segja að þessi bori meiri virðing fyrir þeim þeir gripi minna fram í fyrir þeim og hlusta með ráða þetta fáum við transfólki beint í æð þegar getur verið báðum megin við borðið hafi verið báðum megin já, og þess vegna eins og hérna á kvennaverkvellinu þá sagði ég hérna på sviði á Arnarhól fyrir framan 100 konur að eftir ég kom út sem kona þá þarf ég stundum að leika karlmann til þess að fá sömu þjónustu og virðingu ég fekk áður já, pældi því já það er magnað ég finn þetta mjög ofta því eins og ég var að segja við þig ég ger allt sjálf ég fór með bílinn minn daginn í skoðun og hann sagði já þú þarft að láta fara að skipta peru í afturljósinu ég alveg, ger ég það ekki bara sjálf nei ég alveg ok þá, fór hann á YouTube fann þetta og svo fór ég bara í Brynborg og ég sagði ég ætla að fá perur í möstu hann alveg, veistu bílnúmerið? Ég alveg, já hún eignan bíl í mörg þetta er svona viðmóti sem maður fær alltaf svona þú bara ert lítil stelpa þú getur ekki, ég get skipt peru ég get skrúa skrúur og mér finnst við oft bara einhvern veginn ekki fá sjensinn á því einsni þú bara þarft að fara með hann á verkstæði og láta skipta peru ekki sjens ég systir mér fór eins og með bílinn á verkstæði og
og kallinn spurði hvort að bíllinn var lasinn. Come on. Já, bíllinn lasinn. Bíllinn minn lasinn. Ég ekki þroskaskert, ég kona. Já. Já, þetta alveg svona og ég fer alveg upp á afturlappirnar þegar svona og ég vil bara ég bað hann sérstaklega í þessari heimsókn í Brynborg, það var ég alveg mér vantar svo líka að fá bremsuklósa á Hyundai hann alveg, veistu númer á honum? Ég alveg, já, það hinn bíllinn minn hann var alveg bara svona ég teki ekki þátt í svona rugli ég vil breyta þessu og ég held að ef maður fær aldrei að prófa eða þú veist, það alltaf tekið fram fyrir hendina og þú getur þetta ekki út kona þá kanntu þetta ekki en svo bara líka, þú veist, með þetta við erum svo mikill vani að þetta svo ríkti ykkur frá því að við vorum litlar það ég það stundur bara svona eins og með fyrirhundu konum minna ég það stundur bara býti tungunum mér bara, nei, Veiga, nú þegið þú og leifir henni bara að gera það hún getur alveg bergað sér á margan hátt og við varum ofta fyrblast með það sko, hún hefði verið með stærri punkt en ég sko og hann fótt meiri kalleldur en ég en þú veist já, og bara leifin að gera þetta þú veist, það er líka að eins og ég segi, við erum rosalega vani og kallmenn held ég ofta tíðan við erum alltaf að reyna að hjálpa og vilja vera góður og allt þetta ég held að það sé alveg grunnurinn sko. Já, þetta er ekkert, ég held að þetta sé ekkert kannski illa meint. Nei, ég held ekki. En þeir bara fattu þetta ekki. Þetta er alveg, þetta er einhvers konar, og svo bara, þú veist, það kvartlar ekki að mér að kallmaður get ekki svoði kartöflur, þú veist. Þetta er alveg búið að breytast í dag. Já. Þú veist. Svona breytingar taka mörg ára tugi, sko. En já. Ég er að reyna að þú veist til einhvern sem er börnin mín í upphildinu að ekki alltaf taka fram fyrir hendunar en bara leyfa að gera hlutina, leyfa að reyna að sjá og svo bara spyrja eftir ok, hvað lærður það þessu? Gerður þú mistök? Lærður eitthvað á þeim? Ok, hefur þú getað gert þetta öðru sig? Ok, þannig læra þig. Það er bara þannig og maður þarf að leyfa börnunum sínum að gera mistök þó maður er alveg bara svona, ég er búin að segja þér þetta þú veist, þú átt ekki þurfa að gangi í gegnum þetta líka, ég gerði það en það er bara, þau þurfa að gera það sjálf þau þurfa að gera það sjálf en þetta er alveg mér langaði líka að tala við samtökin 22 nú hef ég verið aðeins að fylgjast með þessu og það eru samtök sem eru bara fyrir samkynhneigða samkynhneigða og tvíkynhneigða og þetta er ekki bara það, þetta er ekki bara samtök, ef þetta væri bara svona samtök sem væri bara fyrir samkynhneigða, en þau eru að beita sér gegn öllu sem er ekki innan þessa hóps, þau eru að nota þetta er eins og hún Ragnhildur Sverrisdóttir skrifaði pistil daginn endurinn í fordómar mjög gott að vel sagt hjá henni mjög gott orðalag þau eru bara að endurvinna fordómana sem þau upplöðu sjálf fyrir 30 árum síðan Einmitt. Og eru að nota sömu taktika, venda börnin og allt þetta að þannig að þau eru að gera það og vilja meina að þessi fræðsla sé skaðleg og Fossós þessi sem er í fararbróti þessi samtökum vildi meina það ef hann hefði fengið þessa fræðsla sínum tíma þá hefði hann sennilega farið gegnum kynlýrningu og síðan svo eftir því og þau eru mikið að nota þessi dæmi sem fólk hefur séð eftir ferlinu það er alveg til, menn að það eru ég held samkvæmt rannsóknum er eitthvað 2% sem séu eftir þessu sem því að 98% hefnast sér ekki eftir þessu og svo er oft svona það er verið að nota sögur frá öðrum löndum Bandaríkjunum, Bretlandi kannski og í Bandaríkjunum til dæmis er ferlið mjög auðveltar ég hef alveg heyrt sögur af fólki sem er farið í ferlið það er bara að fengi hormóna í fyrsta tíma sem að, þú veist, ætti ekki að geta gerst Nei, það er kannski svo og ég hef líka heyrt sögur af transstrákum sem að fara í gegnum ferlið og séð eftir því en svo kom í ljós að eins og eitt sem gerir vídeo um þetta að hún sá eftir ferlinu og fyrir hana var þetta svona auðvöld leið til þess að losna við kynferðislega áreitni af strákum þú veist, bara ef ég verði einn af þeim þá láta þeim í friði
og þá var þetta bara svona auðvöld leið út. Þarna hefði, þú veist, ekkert löng sálfræði með að fyrir sannlega gripið inn í og bara, hei, nei, ok, þetta ekki það sem þú þarft. Og það verið að nota þetta gegn okkur. Já, og það sé geðviki og hitt og þetta og við séum barnan í einhverju pervertar og vera að skemma börnin og allt þetta og þú veist, eins og hann talaði að hann hefði sannlega farið í þetta ferli ef hann hefði fengið sér fræðslu. Já, kannski hann. Já, en máli sko að ég hefði losnað við mörg ár af þunglynd og þjáningu hefði ég fengið fræðslu. Já, einmitt. Og en hann minnir svolítið á að þessi maður sem í forsvari fyrir þessi samtök, hann minnir svolítið á eins og ég var að segja ráðan með þessa heimildamynd sem hann gerði í Bandaríkjunum kallmenn sem voru í fangelsi, tekið viðtal við man ekki hvað marga kallmenn, sátu allir inni fyrir morð og áttu allir sameiginlegt að hafa myrt homma en komu svo allir út sem hommar í fangelsi. Já. Og þá var greinilega eitthvað svona þörf fyrir að reyna að drepa hommaðinni sjálfum sér eða eitthvað. Það bara sannleis. Já, og þú veist, þetta eitthvað sem ég kannast alveg við og eigin fari og maður horfði tilbaka, ég var með fordóma fyrir transfólki, af því ég þoldi ekki sjálfum fyrir að vera svona. Og ég vildi bara óska að ég verið vennileg maður eða vennileg kona. Líka kannski innst inni bara öfundað að þau geri þetta. Já, ég fann fyrir mikla afbrýðisemi út í þess sem að fór allar leið. Ég þorði ekki tímabili og það myndast eitthvað svona reiði. Þannig að, þú veist, ég ætla ekki að fullera en þetta hljóma mjög líkt. Já, og mér finnst, sko, þetta gerir mig pirraða, sko, þegar ég sé, þú veist, þetta bara, þessi samtök sem við erum að tala að það verið að setja fólk undir sama hatt og einmitt að ala á einhverju hatri og fordómum. Þú veist, þetta fólk sem hefur einmitt verið að berjast fyrir sínum réttindum. Endalaust. Endalaust og þetta svona rétt núna að fara að sjá til þau sólar í bara, mér finnst það síðustu svona 10 árum þar sem eru réttindi samkynhneigðra þú veist, og það farið að virða þetta þá kemur einhver sem úr þeim hópi til þess að setja sig upp á móti þessu, ég skildi ekki og segja líka að þú veist, við erum að tala um fræðslu það ekki verið að heila þú neitt. Nei. Og sko mér veist börnin okkar mín allavega miklu fordómalausara heldur en bara mín kynslóð var. Já, það er mjög mikill munur þar á milli. Þeim alveg sama hvað, þú veist, hvort þú sér trans eða bæ og þú veist, og það er ekkert sem eitthvað svona, þau eru bara, já, hún bæ, eitthvað, maður ok. En svo alltaf talaðum líka að börn séu svo áhrifagjörn. Já. Ég var það á margan hátt þegar ég var unglingur. Ég byrjaði að taka nefið og taka vörina og reykja og allt þetta sko að því félagarnir voru að gera svona maður veitur að hippa kúlu og allt það. Þó að ég hefði haft þessa tilneyingu til þess að klæða mig hvernig maður setja allt þetta ef einhver hefði reynt að fá mig til þess að sofa hjá strák það aldrei tekist. Nei, ekki séns en hefði verið beðin að fara á stýrkastleginu breyðstæðina á 8 hraða ég hefði látið mig gossa en þú veist en ekki þetta. Það eru takmörk fyrir hvað þetta hafa áhrif á þig. Já og líka bara að þú veist að foreldrar sko og það er líka annað sem mér finnst alveg óskaplega pirrandi. Það er þegar að fólk annað foreldrið er kannski trans eða bæði, það var bara já það er náttúrulega bara að vera ala upp aðra kynslóð þegar börnin þeirra verða líka trans og maður er alveg svona ertu í alvörunni að segja þetta af því að þú veist og líka þegar þú ert að segja börnunum frá þessu þú veist ég veit ekki neitt foreldri sem er bara eitthvað svona ég ætla að gera þetta barn að trans ég ætla að láta hann gangi í gegnum allar þær þjáningar sem fylgja því að vera í röngum líkama og þurfa að fara í allar þessar aðgerðir og bara samfélagið og allt þetta. Það er enginn sem vill, þú veist, barninu sín bara að sé trans. Af hverju? Þetta er ekki... Þú neyðir ekki einstakling til þess að hafa áhuga á einhverjum ákveðnum hlutum. Bara sem í mínu tilfelli með sem að fótbolta. Og það var eitt árið sem að voru með kennara sem að leita okkur bara að spila fótbolta í leikfimi. Ég hataði fótbolta. Saman hvað svo oft ég var látið að spila fótbolta, ég hataði hann. Og það var einhvern veginn sem ég kom og ég settist bara krosslaðar hendur bara niður. Nei, ég ætla ekki að spila fótbolta. Og hann tók hérna eira á mér og dróð mig út og hendi mér inn í búningsklefa og segði mér að fara heim. Ég fór mig glöði ekki eði. Þú veist, það var saman hvað sem mikið var reynt að óta fótbolta að mér. Aldrei fílaði þetta.
Ég sé held að það sko mun áhugaverðara og gerist meira að horfa á málingu þarna heldur en að spila fótbolta. Já. Og það bara þannig, þú veist, ég meina, maður hefur ekki áhuga á þessu. Nei. Þú veist, mér finnst ekki gaman að sauma út. Nei. Held ég. En þú veist, mér finnst gaman að smíða og mér finnst gaman að tálka og alls konar. En það gerir, þú veist, það hefur ekkert það að segja að ég sé transmaður. Nei. Þú veist, en ég bara, mér finnst þetta svo úrelt að vera að segja þetta sé fyrir konur þetta nema þegar að henda mér náttúrulega. Þá segi ég vil að þú fari með bílinn minn og láta setja vetardekkin undir Magnús, eiginmaður minn. Ég nú búin að reyna að heila þá börnum minnum að vera á fullu í kajaksportuna, það slingur í. Saman ekki ég búin að reyna. Já. Hvernig eru börnin þín svona, tóku þau í þessu í byrjun? Stelpa mín var bara, 3 ára. Já. Þannig að hún man ekkert eftir pabba sínum. Og þannig að hún pældi voða lítið í þessu, en þetta var áfællri strákin og sjokk. Og þannig að hún var 14 ára, mikill pappastrákur, bílakall og svo leis og svo var ædolið hans, fyrirmyndin. Allt inni fann að hætti að gera við bíla og bílabrasi og fann að hugsa meira make-up og kjóla. Já. Þannig að þetta var mikið sjokk fyrir hann. Já, og óbúslega viðkvæmur aldrei, já. En hvernig, ertu ennþá í bílastúsi og svona? Já, ég gerir bara sem ég þarf að gera. Ég er með húsbíl núna til dæmis sem ég innritaði sjálf. Setta hann þakklauka á sólasellu og tengdi allt rafmagnið og klósett og vask á smíðaði skáp og innréttingar. Sjálf? Já. Ég? Og ekki með yppi á milli fótanna? Já. Útrúlegt. Já. Þannig að þið hafi kannski, þú veist, náðu þið að verða náni aftur? Já, það er alveg komið tilbaka sko. En það tók hann nokkur ár. Hvað kallar hann þig? Hann kallar hann Páfa. Já, Hann er þrúskur og þér. Já. Og hann er búinn að segja að það breytist aldrei. Nei. Er það ekki bara það? Er það ekki bara lítið? Jú, þú veist, ég ætla ekki að neyðan til að gera eitt en eitt. Hann ræði því svo alveg og talandi þetta þá finnst mér oft sko þessu heima í Ísafirði þar sem allir muna eftir mér og þekktum í gamla daga fólk sem ég er ekkert að hitta dagstælega að það er ennþá ruglast segir sæll að blessa þér. Já. Og ég nenni ekki að vera útrúbóta fólk sem fórtum á fullt fólk. Þetta er klaufaskapur, þetta er vani. Alveg sammála. Og ég þarf að kalla það gömlu sjóorn og segja sæll að blessa þér, þá segir ég bara sæll að blessuð. Já. Sælarskvísur. Það er svolítið mér komið hvernig þú veist hvort ég ætla að láta þetta hafa áhrif á daginn minn eða ekki. Já, og ég held eins og þú segir, ég held þetta sé ekki fordómar. Ég held þetta sé einmitt bara vani. Það er enginn að reyna að vera nasti. Og það er það sem að, þetta snýst einhvern veginn er hver er meiningin á bakvið þetta, því að það er, ég held að það sé eins og foreldrar mínir, ég treysti þeim ekki til þess að tala við fólk sem er trans og gera það á svo móka, þú veist, að því ég held að þau séu einmitt alveg, þú veist, þau myndi ekki fatta það, sko. Nei, ég nú hitt mömmuna nokkru sinnum, ég held að hún var aldrei... Ekki? Nei, ég allan ekki sem ég tók eftir, þú veist, ég pæli svo lítið í því. Nei, já, það er bara... Sumir pæri allt og mikið í því. Já, en ég man eftir í 2019 þegar ég var að róa hringinn, þá hélt ég fyrirlestra og ég var með fyrirlestra á Akranesi og fekk spurningu sal hvort að fólk horfði ekki mikið á mig. Og ég sagði nei. En þá var ein vinkona mín sem var í salnum og hún rétti bendina og bara fyrir ekki að vega. Það er nú ekki alveg rétt hjá þér. Við fyrir stundum saman í Kringlunni eða Costco eða eitthvað og fólk snýr sig við þess að horfa á þig. En málið er að þér er svo slétt saman þá tekur ekki eftir því. Já. Og þá er svona einhvern veginn uppkvitaði ég, þú veist, hvað þetta er mikið frelsi fyrir mig að komast á þann stað að vera bara alveg sama hvað öðrum finnst. Já. Hvort að fólk segir þessi konu eða kall skiptir mig bara ekki máli. Þú veist, ég veit hvað ég er, mitt nánasta fólk veit hver ég er, það er nú fyrir mig. Þú veist, hvernig aðri sjá mig, bara það skiptir mig bara ekki máli. Ég ætla ekki að láta það fólk stjórna mínu lífi. Þannig að hvað er ekki að mér? En svo er eitthvað sem að mig langar svolítið að vita varðandi trans
fólk og kynlíf það aldrei tala þetta, það má ekki tala þetta einhvern veginn og mér langar svona að spyrja þig bara, þetta bara þú ræður hverju þú svarar það hefur oft verið sagt og ég veit ekki hvort þú veist hvernig það með transmenn að þeir geta ekki notað nýju kynfærin til kynlífs. Veistu hvort það sé rétt eða er það bara einhver mýta? Sko, fyrsta lagi, hvað kynlíf? Erum við að tala bara pjúra samfarir eða kynlíf? Kynlíf getur verið svo margt á þessu samfarinni. Já. Það þarf ekki alltaf að vera kalla kona að setja lim inn í leggöng. Kynlíf getur verið á margan hátt. Og stæðsta kynfærið okkar heilin. Já. Hitt virkar ekkert án heilans. Nei. Og ég hef nú verið að halda fyrirlestra og ég fekk einu sinni spurningu á fyrirlestri hvort væri betra að ríða sin konu eða kall. Og ég gæti ekki skilja þetta þessin en hvort væri betra að fá tilling inn í sig eða setja tilling inn í. Já. Og ég sagði henni bara, fyrstilega þá gæti ég ekki svara þessu vegna þess að ég hefði ekki þennan samanburð. Ég líti á mig sem samkynhneigða konu, ég hrífst á konum. Og hann sagði svo að flest transfólk upplifir miklu betra kynlíf eftir ferlið að þeir erum að upplifa okkur sem kannski kynveri fyrst getið æfinni. Já. Það finnast maður sjálfur vera kynvera. En svo liti fara að ég segi alltaf að vinni minn allt annað líf, nú getum við bara að leiða á bakinu og nota þess að fá það og það er ekki að finna pappír og bara fara að gera hreint eftir. Nei. Eftir að búin að fá það. En ég hef aldrei rætt þetta við transstrákana en þeir eru náttúrulega ennþá bara með sinn snýp og allt það. Já. Og hann ennþá fullvirkur þannig að þú getur alveg stund á kynlíf og fengið fullnægingu. En það ekkert sáðlát væntanlega? Nei. Ekki fyrir hvernig ég blotna. Já. Það transkonur. En það eru bara svo marga leiðir í boði í dag að það sleipi efni, það hitt á þetta og... Einmitt. En já, ég hef einmitt heyrt bara þetta, þetta sé bara eitthvað... Og talandi þessi samtök þarna, þau hafa svolítið verið að tala það að við transfólk séum að eyðilgja þann möguleika á stundan kynlíf sem bara kjaftaði. Já. Að samkvæmt rannsóknum veru 73% af konum eins og þú sem fá fullnægingar meðan að hlutfallið transkonum 86%. Já. Þannig að... Það alveg magnað. Já, og transkonur fá bæði snýp og legganga fullnægingu. Það? Já, og en ég segi alltaf sko að ég þurft að læra innan mig på nýtt. Já, sjálfsög. Þetta virkar öðru svo allt þetta. Og hormón hafa mikið með þetta að segja. Já. Að ég verð ekki með sama magna testosteróni lengur. Það breytir rosa miklu. Já. Með kynhvöt. Er það meira, minni kynhvöt þá eða? Já. Og já, núna bara skilur maður sem maður kannski skildi ekki gamla daga, sem skilur konurnar þegar þær eru ekki í stuði og eru ekki rétt fyrir vel fyrir kallaðar og upplæðar allt þetta. Það er bara svona Þetta er líffræðilegt. Þetta er líffræðilegt og ef ég þreytt eða með hausverk eða eitthvað, bara getur gleymt í. Já. En já, þannig að það svolítið mikill munur með hormóna en kynlíf bara það ekkert að vera verra og ég segi alltaf bara að munurinn í dag að nú kynlíf orðið langt ferðalag sem enda með fluguldaskynningu í staðan fyrir 5 sekundar losun. Já. Það bara, geggjað. Það mjög gott að heyra því að ég einmitt vissi ekki hvort að því að það líka einmitt þessi samtök að fólk geti ekki bara fengið fullnægingar eftir að að leiðrétta kyn sitt, það rosalega gott að það sé ekki satt. Já, það bara, þetta bara það þarf alltaf að hugsa þetta út frá kynlíf milli konu og karls. Kynlíf getur verið svo óbáslega fjölbreytt og margbreytilegt en það þarf ekki alltaf að vera samfærir. Nei, það þarf ekki alltaf að vera limur og... Menna hvernig eru með 2 konur? Það er ekki samfæri gangi þar. Nei, ekki svona eins og það eins og við talaðum. Nei, ég sá þátt og ég var að byrja að horfa á skal ég segja þætti á Netflix, ég man ekki alveg hvað það heita, eitthvað samt Pleasure. Já.
og það var einhver að tala þetta hlutfall hjá konum og körlum sem fá fullnæðingar og það var nánast 100% körlunum en 70% konunum en svo það var tekið inn í dæmi samkynhneigðar konur þá var hlutfallið herra þar heldur en hjá gagnkynhneigðum konum kemur ekki tórt Nei. Og spurning út af hverju það er vegna þess að það er kannski þekkja sjálfan sig betur maður veit það ekki Ég held að sé út af því að þú veist, hvern kynfæri eru mjög flókin, mismunandi og ef að þú ert að hefur aldrei verið með svoleiðis þá ert ekki alveg viss hvernig þú að koma við þetta fattar þú veist, kallar eru oft bara en það er líka það sem ég held að það sé svolítið svona enn í dag svona pínu skömm hjá konum með kynlíf og konur, þú veist, ég held að lykillinn að góðu kynlífi sé bara samskipti þú veist, þú segir, mér finnst þetta ekki gott mér finnst þetta gott og þú veist, þetta bara á endanum þá erður það, þú veist, gott ef þú þorir bara að tjá þig en ég þekki alveg fullt af fólki sem bara getur ekki bara að tala kynlíf bara yfir höfuð bara, þetta er bara eitthvað sem á að vera bak við luktardyr í svarta myrkri eitthvað tabú já, en þetta, þú veist, þetta er eitthvað sem við höfum öll áhuga á og höfum öll kynhvöt og þess vegna finnst mér svona það er svolítið synd að vita til þess að konur fari gegnum lífið að þess að fá nokkuð tíma fullnæðingu með manninu sínum hugsa þér það er alveg að gerast sko og maður er bara eitthvað það þarf einhverju að þú veist ég held að lykillinn sé alltaf að tala saman og þú veist að hann viti að hann sé ekki rétt eða rangt þú veist, ef þú heldur að konur eins og með að feika fullnæðingar og svona þú veist, ef þú ert alltaf að feika fullnæðingu þá heldur hann sé að gera geðveitt góða hluti hann er bara eitthvað djúvillir með þetta og svo bara heldur hann áfram að gera það og þá er þetta bara eitthvað ég konum eitt brandarinn sem ég var að segja vinni mína stelpurnar hlæja á þessu en strákarnir vera voðalega múkaðar ég segist að það var að pröfa svo hjá kallmanni og ég hef nú bara lært eitt af því og það er okkur konur alltaf þurft að gera sér uppfyllnæðingu nákvæmlega en þetta er nú bara svona djók sko en þetta er alveg en það er ekki þeim að kenna endilega Nei, en svo er líka bara kynin ólík þú veist hvað þetta varðar að þú veist ef pælir í því að konan getur orðið ólétt einu sinni í mánuði í x mörg ár á meðan kallinn getur barnað nokkra konur daglega á hverjum einasta degi alltaf hann er alltaf tiltöskið meðan konan er ekki og og það hefur mikið með þetta testosterón að gera það er bara Já, ég meina, þú sér þetta bara... Ég er að taka testosterón. Núna? Já. Ok. Konur, þú veist, ef við tölum gildin á hormónum, þá eru alla konur með testosterón. Já. Það er að vera frá 0,5 upp í 1,5 í gildunum. Og meðan kallin er eitthvað, þú veist, frá 10 upp í 30 held ég, þú veist, langt frá hann hitt. Og svo skal ég segja þér, þú veist, ég finn bara svo mikið mun á kynhvötu og öllu þessu, ég tek smá testosterón. Og líka bara svona orku, þú veist, kemur verið drífandi og einmitt bara taka testosterón er miklu betur en estrogen held ég ég er ekki alveg sammála en svo hættir að flytja inn þetta testosterón sem ég var að taka og ég þetta fór nýtt og ég spurði apótekarinn hvort þetta væri sami styrkleiki en þetta er bara svona í gelformi hvort það væri sami styrkleiki í þessi testosteróni eins og gamla og hann fór að googla og ég held að vera sama svo fer ég bara að nota það, þetta var svona pumpu ég bara setja eitt dróp á puttan og hvað svo? Bera hann á mig staðar bara einhver staðar? Þú veist hérna handakreikan eða bara einhver staðar og líka ok og svo eftir mánu þá fór ég að hugsa þetta er eitthvað sterkar en hitt ég fann það bara þetta fór allt í klófið og ég pantaði mig tíma hjá lækni og fór í blóðpröfu og það passaði, þá var ég að nálgast nærmur kallmann sko. Það bara ég þarf að minnka þetta mikið af því ég vil ekki vera þú veist, með sama testosterón kallmenn eru og þannig að ég finn þetta bara einu skinni sko. Svo ef ég pröfa að taka tímabilið ekkert þá bara þá var engin kynngönd þá var það bara horfin það er magnað að því að sko, þú ertu með sama estrogen í þér núna eins og ég, eða? Já, ég reyna að halda því í sama leveli en ég var í blóðpröfu þú veist
Það búið svo mikið vesen síðust árin með öll þessi lyf að ég að byrja í 7. skiptið að stilla mig á aftur 9 lyfi og ég hef búin að fara frá töflum yfir í sprautur, yfir í plástra sem að ég gæti ekki notað, yfir í gel og komin aftur í sprautur núna og ég byrjaði þeim í sumar og komst loksins í blóðpröfu bara núna í síðustu viku og mér búin að líða svona hálfskringilega síðustu vikurnar og verið þreytt og ömurleg og bara búin að líta sjálf með sem aumingja en ég komst að því að ég var í 0 í estrogenu og það bara svo þegar konur á breytingaskeiðinu þannig að við erum að auka skammtinn og að fara í blóðpröfu aftur eftir viku sko. Þetta er vesen. Það þurfa að vera, og ekki til neitt svona heimatest eða eitthvað sem getur mælt þetta. Nei, þú þetta bara fara í blóðpröfu og það þarf að, Og það er svo auðvelt að fá tíma hjá lækni. Þú getur ekki til dæmis mælt þetta á Ísafirði. Ef ég fyrir blóðpröfu í Ísafirði eða frá austan, þá þarf þeir að senda blóðpröfuna suður. Það er bara græði til að mæla þetta á Landspítalanum. Það er fáránlegt. Þetta ætti að vera bara svona eins og með sykursýki og eftir að geta tjekka í staðan fyrir að vera bara eins og tuska í marga vikur að þjóta bíða til að komast í blóðpröfu og fá niðurstöður og það er bara að því að það er líka bara þannig ástand á þessu landi þú veist, þú færð ekki tíma bara svona Nei, þetta er ekki bara sem að þú veist, vara transfólk, þetta er bara öllu heilbrigðiskerfinu Þannig ég að spreyta mig núna sko og ég var að 4 fresti ég farið niður í 3 vegna eða 2 vegna fresti þannig ég fer alveg 3 centimetri inn í lærvöða Estrogen, það er estrogeni og testosterónið er þá bara í kremi eða geli gelformi, ég var með estrogeni í gelformi líka ég gafst upp að því af því það þurfti að bera allan líkamann svo mikið og fyrir mannesku sem mig sem er mikið út í náttúrunni eins og sumar ég var ró í Noregi eftir kannski í viku á þess að komast í bað, þú ert búin að bera það klístur að gela allan líkamann dag eftir dag og það verður maður bara svona klístur og ógeðsleg En hvernig með eins og varstu með skeggrót? Já Hvernig er það tekið? Þú ert ekki með neitt, þú ert alveg bara svona smúð Herri, ég fór í laser á 6 vegna fresti í 2 ár það sem að skeggrótin er brend af og kemur ekkert núna? Jú, það kemur að smá laserinn vinnur á litapigmenti þannig að vestuhárin eru grá og ljóshár best eru úr með svarthár á hvítri húð þá virkar laserinn best það hann einhvern veginn vinnur á þessu litapigmenti en það er ekkert lítir að litapigmenti í gráum hárum eða hvítum hárum, eða ljósum hárum þannig ég fæ alveg svona ljóshár hérna það er konur fá sem ég blokkaði að raka bara en hitt er skelfilegt þetta er mesti sársauki sem ég hef nokkuð tíma upplifað þú veist að láta vaksa allt undan handakrika er piece of cake með laser í alvöru? Já Ég hef einu sinni farið í vaks undir höndunum og ég var næstu búin að ráðast á manneskinu þetta var svo en þetta er bara þetta er allt annað sem ég var illt í tönnunum þegar ég var að skjóta andlitið á mig var allt eldrautt og svo eftir 2 daga þá var bara svona það lag gröftur úr andlitinu á mér eftir fyrstu tímana oh my god bara bruna sár þú finnur þegar illt í tönnunum þegar ég var að skjóta á við leysum andlitið en þetta er farið en eins og líkamsár þau hverfa nást alveg með hormónum það er gott þurfi ekki að vera allan líkamann að maðurinn minn er náttúrulega bara eins og górilla þannig að það var hann er reyndar ekki mjög flott kona maður veit aldrei en skiptir það máli? Nei, í rauninni ekki Nei, þessi útliststyrkun hún fæst svo að tægurnaði mér ég var svolítið svona föst í þessu þínum tíma þú veist, hvort ég myndi fitta inn sem kona og hvort fólk sæði mig sem konu og eitthvað svona ég bara, ég nenni ekki pæli í þessu og ég man eftir núna þegar þetta með sundla dæmi komu að þá var komið að kerja fór hliðina og það var ein kona sem að
röflaði mikið það, ég væri ekki kona, ég var eitthvað gerp og viðbjóður, ekki hvað og eina ástæðan fyrir að ég ekki kona það er vegna sem ég er með derhúfu. Ha? Já, konur gangi ekki með derhúfu. Nei, einmitt. Og Hvar er þessi kona? Ég þurfa að tala um það. Ég veit ekki, en skal ég segja já, ég er bara ekki svona við megum bara vera alls konar. Já, og líka bara, þú veist kommentakerfi þetta er bara verkfæri djöfulsins og þú veist, og það er eitt að vera að kommenta undir þínu eiginnafni en svo eru svona fíbl sem að eru að búa sér til aðgang til þess að geta verið að spúa eitri og viðbjóð út um allt. Mér finnst það alveg bara svona takja til sín sem eiga, þetta er á mjög lágu plani og þú veist, ef þú hefur ekki hugrekki til þess að koma fram og segja þetta undir nafni, þá er það alveg ágætis vísbendingum og eigir ekki að segja þetta, skiljum. Þú veist, og ég segi það alltaf, þú veist, ef þú getur ekki sagt þetta framan í manneskuna, þá áttu ekki að skrifa það aftur. Þú veist, og það er bara, ég veit, að vera með einhver skoðanir á því hvort að þú sért þetta eða hitt. Ég meina, þú veist, þetta kemur þeim ekki við. Nei. Og ég meina, þú veist, mér finnst að þurfa að finna einhverja svona þægilega leið til þess að fólki líði vel. Þú veist, eins og með þetta, ef að þú ert í ferlinu, hvar áttu að fara? Hvort áttu að vera, þú veist, ef þú ert ekki búin að fara í aðgerðina og þú veist, þú þurfir að hvoru megin átt að vera, þú veist, hvoru megin viltu vera, þú veist, það þarf bara að vera á hreinu, Já. Þannig að En þannig að það er svolítið erfitt að breyta þessu, þú veist, eins og ef við tala um sundlegar sem eru kannski oft gamla byggingar og þá var þetta bara að kalla á kvennaklefi og fólk heldur þetta að sé eitthvað tískubóla og eitthvað sem nýtt með transfólk sem er bara ekki rétt, þetta eru til allæfi og ég hef séð greinar sko frá Indjónum síðan 1700 eitthvað það sem að transfólk var til þar nema hvað það var lítið herra, það var sett að herra stall í samfélaginu, transfólkið heldur en aðrir vegna þess að þau þótti viðsýtni að geta sett sig í stöðu beggja kynja þannig að þetta er ekkert nýtt að nálinni þó að það sé kannski svolítið nýttir í samfélagi núna og það sé kannski svona mikið umræðin og allt þetta en þú veist það kostar að fara í breytingar öllum byggingum og öllu svona en það eru til fullt að leiðum og lausnum til þess að breyta þessu og það eru flestar sundlur í dag konar með svona sérklefa sem að transfólk eru aðgang á og það er ekkert vandamál og en svo er það spurning, vill fólk eitthvað að vera að fara í þá klefa þú veist af því að eins og fyrir mig sem transkonu þú veist, ég var kona áður ég fór í aðgerðina þú veist, það breyttist ekki þannig að segja mér, eina sem breyttist að fara í aðgerðina var að nú gæti ég staðið fyrir fram að speilin og ég var ekki með þetta slátur lengur með lappana, eitthvað sem ég þoldi ekki en hugsanagangur hvernig ég horfa á aðra konur þú veist, það breytist ekkert við aðgerðina og þú veist, þetta er að vera búin að ganga gegnum þetta með samkynnaða konur og samkynnaða menn í klefunum og þú veist, því miður það bara þurfa að taka þetta aftur með transfólkið það þarf að gera og það er ekkert eins og að sé þú veist, ég veit ekki mér finnst sundlauga sturtuklefar það er engin kynorka þarna í gangi sko, mér finnst þetta bara það fólk er bara að þvo sér og fara í sundföt og mér finnst svo þegar að vera að gera eitthvað úr þessu með að samkynhneigðir væri að fara í sama klefa, ég bara svona er því, þú veist, í alvörinu að tala um þetta sko af því að það er, ég veit ekki allan fyrir mér, þú veist fólk verður bara að prófa að fara á nekta nýlendu þú veist, bara venjast í að fólk er bara alls konar ég meina, þú veist, þetta er ekki staður til þess að fara að reyna að pikka upp ykkur upp sko nei, það er bara alls ekki það er bara, ég vil bara drífa þetta af og ég er kannski bara þannig, mér finnst óþægilegt að spjalla nakin sko, mér finnst þetta ógislega óþægilegt að vera í sturtu, nýbúin að setja hangklæði mitt í, koma með sjampo eða er að leiðin í sturtunni og það bara Kitta, hæ, og þá er ég alveg þú veist, ég er bara ótrúlega eitthvað en það er ekkert, það er bara ég og það breytir því ekkert hvort að hver hinnaðilin er, það er bara svona skrítið en mér finnst að við þurfum að venjast meira, skilur þetta tekur bara tíma
Og þú ert núna að fara í smá frí, taka smá pásu. Já, ég ætla að það voru rosa mikið álag bara síkast tíð, bæði út af nokkuð viðtöl út af þessari sundlögumáli og svo kom kvennaverkfallið og svo kom myndir á fréttum sem tók úr sjókvíeldi og það er bara allt vittlust sem að gera síðan það kom út. Hvernig ertu að höndla það? Hvernig líður þegar það er svona, þú ert í miðjunni á storminu myndin? Þetta er, þú veist, fólk er að hrósa mér og allt það, en þetta getur bara, þetta er rosalega mikið og yfirþyrmandi, líjandi að endalaus viðtöl og þannig ég ætla aðeins að kópla mig út og tengja mig aftur og bara fara til náttúrunni að vera þær í viku. Eitt að lokum, ertu að deyta? Áttu kærustu? Nei, ég var ekki kærustu. Nei. En ég er búin að vera ein núna í meira og minna síðan 2015. Þó ég hef aðeins deytað í mildtíðinni en ég er ekki búin að finna það sem ég er að leita. Nei. Er þetta að leitað? Bara einhverju konu sem að er svona svipað þengjandi að ég hef áhuga út í vist. Bara einhverju svona góðri fallegri manneski, sem góða sál. Góða nervuru, gott að tala við. Sem bara, já, góðu félagi. Sálufélagi. Já. Það er bara... Já. Það er fullt af þeim örglega. Já, einhverja manneski sem er tilbúin að verða gömul með mér. Já. En takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig. Rósa gaman að fá þig. Takk fyrir mig.